Á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitarfélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Ferðaþjónustan á þessu svæði frá Siglufirði til Bakkafjarðar sem við erum að ræða hérna, hún er mjög vaxandi, hefur verið það síðustu árin og við erum að sjá mjög mikla fjölbreytni í afþreyingu og kannski sjáum með breyttum fjölda ferðamanna og breyttir í samsetningu ferðamanna þá erum við að sjá nýja afþreyingu spretta upp. Við erum í rauninni að sjá kannski örlítið ólík svæði inn á þessu svæði, við erum að horfa á Siglufjörð og þar út með firðinum, strandmenninguna standa svolítið sterka og síðan erum við með náttúruna í Mývatnssveit og Húsavík, hvalaskoðun í Húsavík og svo erum við með svona svolítið ósnert svæði þar austur eftir sem á mikla möguleika og mikla framtíð fyrir sér. Mývatnssveit er einn vinsalasti ferðamannastaður landsins. Svæðið er sérstaklega þekkt fyrir náttúrufegurð sem eldsumbrot hafa mótað frá örófi alda. Jarðhitasvæðið við Námafjall er eitt fjölsóttasta hverasvæði landsins og Dimmuborgir heilla jafnt að vetri sem sumri, svo ekki sé minnst á jarðböðin í Mývatnssveit. Öflug og fjölbreytt ferðaþjónusta er nú rekin við Mývatn og býðst ferðamönnum fjölbreytt þjónusta í gistingu, mat og afþreyingu. Eyrún Björnsdóttir á og rekur Hike and Bike sem er eitt þessara ferðaþjónustufyrirtækja en það er tiltölulega nýtt af nálinni. En fyrirtækið gerir ferðafólki kleift að njóta náttúru Mývatnssveitar hjólandi. Hvers vegna að vera með ferðaþjónustufyrirtæki sem leggur áherslu á reiðhjól? Jú, á þessu svæði er náttúrulega alveg einstakt að ferðast á hjóli og þú ert einhvern veginn miklu tengdari náttúrunni og kemst hún í meiri snertingu beint við náttúruna. Og náttúrulega Mývatnssvæði, hvert er fólk helst að fara? Fólk hjólar mest svona þegar það leigir hjól er að fara í kringum vatnið. Auðvitað náttúrulega er svolítil umferð, það fer svona mismunandi á hvaða svæði það er, en við reynum í okkar skipulögðu ferðum að vera sem mest á einhverjum gömlum vegum sem að engin traffík er á. En er góð aðstæða til þess að hjóla í kringum Mývatn? Nei, það er gallinn ef þú ætlar að hjóla í kringum vatnið þá náttúrulega verður að vera á veginum. Það er engin góður hjólastígur, þannig að það er draumurinn okkar einhvern sem að verði góður hjólastígur á svæðinu, allt í kringum vatnið. Jú, fólk mjög gjarnan vill leigja sér hjól og þá svona í flestu tilfellum er það bara að spá í að fara í kringum vatnið og heimsækja náttúrulega perlurnar eins og Dimmuborgir og Hverfjall og Skútustaðagíga og þessar helstu svona túristastaði eða ferðamannastaði. En svo erum við líka með skipulega ferðir og þá erum við að reyna að fara svona segja meira frá gömlum hefðum og skoðum brauðhólur þar sem að fólk heimamenn baka brauðið sitt og förum í jarðböðin og skoðum gömul gufuböð á leiðinni og svona tengjumst aðeins menningunni og svo náttúrunni. Ég flutti hingað úr Reykjavík fyrir 8 árum og vinir sögðu nú að maður er nú ekki lengi en það er komin 8 ár. Það er bara náttúrulega aðalega náttúran og náttúrulega bara þessi einstaka kyrrð sem að ríkir svo oft hérna. Og mér finnast veturnir hérna alveg einstakir sko. Eiginlega bara skemmtilegri sumrin. En þið slakið ekkert á að fara í vetrarfrí? Nei. Á veturnar þá erum við að bjóða upp á snjóþrúguferðir og gönguskíðaferðir. Förum mjög gjarnan í snjóþrúguferðir Dimmuborgir sem er alveg einstakt svona þegar vetrardýrðin er komin yfir og svo förum við á gönguskíði upp við Kröflu. Þegar maður ferðast hérna svæðið þá sér maður náttúrulega að ferðaþjónustan er orðið eiginlega bara aðalatriði hérna á þessu svæði. Hlýtur að vera? Jú, ferðaþjónustan er náttúrulega stór en þetta er náttúrulega bændasamfélagið líka en við líði og þetta er bara allt gott í bland en auðvitað náttúrulega þarf að svolítið að vinna í að gera aðstöðu fyrir ferðamennina, tryggja að það séu klósett og að það sé aðgengi séu gott og þá sérstaklega yfir vetrarmánuðina, það er náttúrulega ekki hægt að það sé ekki
hreinsaði vegir og svoleiðis ef það er verið að auglýsa Ísland allt árið. En mikið sem þarf að laga til þess að geta tekið á móti þeim ferðamönnum sem koma? Jú, við náttúrulega ef þú berð okkur sama við þegar þú ferð erlendis þá vantar svolítið upp á. Þannig að við þurfum svona aðeins að vinna heimavinnuna áður en að við ætlum að fá allt þetta fólk inn á svæði. Víða á svæðinu má finna fjölbreytta gistingu, hvort heldur sem í sumarhúsum, orlofsíbúðum eða stærri hótelum. Ferðaþjónusta bænda hefur einnig vaxið ört en félagið sér sölu og markasetningu á ferðaþjónustu sem félagar hafa upp á að bjóða. Slíka gistingu má meðal annars finna á Ytra Álandi í Þistilfirði milli Þórshafnar og Raufarhafnar. Þar einstaklega notalegt andrúmsloft og vinalegar móttökur að fá hjá Bjarnveigu Skaftfeld gestgjafa okkar. Ég svo ekki sé minnst á pönnukökuilminn. Og furða sig stundum á að lífið ljúft mér hjá. Því finnst að ég yngist upp eða breytist ei neitt. Ég spyr það hvernig fari ég að, með ánægju ég segi þeim það, og alltaf sama svarið ég gef. Jæja, þá erum við komin í pönnukökukaffi á Ytra Áland í morgunmatinn. Ég veit að ég bara frétti það að þetta pönnukökukaffi hjá þér alveg feiki vinsælt. Þetta rétt? Já, ég held að með segja að það sé rétt. Þú getur eiginlega kíkt í gestabókina til að sjá það. Já, það ekki. Það finnst bara öllum pönnukökur. Já, þær eru bara sívinsælar. Það hafa alltaf verið náttúrulega það ekki. Auðvitað. Pönnukökur voru vinsælar. En segðu mér aðeins frá starfseminni hérna. Já, á ferðaþjónustunni. Við byrjuðum með þetta 92. Þið hjónin? Já, við hjónin, við Skúli. Þetta er síðan, semst heimagisting og við erum með 6 herbyggi. Og þetta hefur bara verið svona eflast og mjög skemmtilegt. Þú sagði mér að það væri búið að vera bara töluverð breyting á nýtingu núna, sko, frá því fyrir kannski einhverjum árum síðan yfir sumartímann. Já, það náttúrulega allt annað lengst ferðamannatíminn. Þetta var eiginlega þannig að þetta byrjaði ekki fyrir svona, fyrstu vikuna í júlí. Og það var búið upp úr Vestmannamannahelgi. Já, þetta var bara mánuður. Já, þetta var bara rúm mánuður. Þannig að það er gríðarleg breyting. Og hvernig telur að standa á því? Það er erfitt að svara þessu. Ekki bara... Það er náttúrulega miklu meiri fjöldi ferðamanna inn á svæði, inn til landsins segi ég, og þá skilur það sig bara all land á betri nýtingu, gistingu Og hvað segir fólki sem að koma til þín? Þetta náttúrulega sérstakt svæði á mörgu leyti, en hvað það sem fólk að sækja í hér? Það að sækja í, finnst mér það lofar mjög þessa víðáttu og friðsælt. Og ekki síður dásamlegt að vera eins og hérna í gærkvöldi undir stjörnubjörtum himni og það ekki mikið ljósmyndum þá. Nei, það er það ekki. Og sólarlagið alveg einstaklega fallegt hérna. Og þú hefur nú myndað það svolítið? Já, einhver 100 myndir af því. Það er svolítið gaman að sjá það stundum þegar hefur histnani að vera alveg sérlega fallegt. Þá hefur maður séð að ferðamenn þeir raða sér hérna á brúnina og vera mynda. Já. Og hvernig það? Er samstæða í sveitinni ferðaþjónustu? Talið þið saman þið sem eruð í þessum bransa? Já, við höfum náttúrulega samstarf þannig, það til dæmis ferðamálasamtök Norður-Hjari, þar sem að fundaði reglulega og menn tala saman markasetningu og annað. Svæðið sem heyrir undir Norður-Hjara Öxarfjörður, Melrakkaslétta, Þistilfjörður, Langanes, Bakkaflói, Vatnajökull, Kópasker, Raufarhöfn, Þórshöfn og Bakkafjörður. Inga Fanney Sigurðardóttir fráfarandi verkefnistjóri Norður-Hjara. Norður-Hjari sem sagt ferðaþjónustuklasi sem samanstendur af ferðaþjónustu aðilum sem starfa frá Kelduhverfi í vestri að Bakkafirði í austri og þetta eru kringum 25 aðilar sem starfa sem sagt, við ferðaþjónustu
Það bara mismunandi, sko, sumir aðilar eru starfandi við gistingu, aðrir við veitingaþjónustu, söfn og setur, vatnaðingarþjóðgarður er líka inn í klasanum og svo að bætast við núna svona ýmis fyrirtæki eins og fjallalamb og sælusápur. Já, það svona uppistæðan í klasanum. Ferðaþjónustan hefur á sig svo margar hliðar, hún minnst nú mjög jákvæð líka bara fyrir samfélagið. Hún svona leggur áherslu á svæðið auðvitað, maður tala meira það, hvað þetta í rauninni fallegt og gott. Svoleiðis það bara hjá þeim sem í þessu, þeir að taka meira eftir hlutum, merkja gönguleiðir, setja upp skilti og ýmislegt svona sem vekur athygli. Og svo náttúrulega skilar þetta bara allstaðar inn í samfélagið. Sko það sem sagt, það versluninn og það bifreiðaverkstæðin og allir pakkinn, það allir að njóta góðs af því, sko. Og hvað með framhaldið? Ætlar að halda áfram í þessu ótrauð? Ég get sagt eitt í þessu sambandi, það verður erfitt að hætta. Það bara þannig. Það svo skemmtilegt. Kistu kjörnu að morgni og láttu hana ekki gleyma kossum þeim. Kistu kjörnu að morgni og elska hana ákaft ef þú kemur heim. Bændagisting verður sífellt vinsælli og fjölmargir bændur á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar hafa tryggt tekjur sínar með starfsemi tengdri ferðaþjónustu. Næst lá leiðin til Stefáns Kristjánssonar bónda í Grýtubakkarhreppi skammt frá Grenivík, en samhliða hefðbundnum búskap rekur hann ásamt konu sinni gistiaðstöðu og hestalegu. Góðan daginn! Sæl vertu og velkomin! Sæl og blessuð, velkomin! Já, á sínu tíma þegar ég tók við búskapnum og pappa og mömmu þá langaði mig að byrja á einhverju nýju. Það var erfiðir tímar í landbúnaði, frekar, eins og hafa nú oft verið áður. Og mér langaði til þess að reyna eitthvað nýtt. Og ákvæmst að benda þér í ferðaþjónustu? Já, við tókum þann pól í hæðina fyrst, að fara þá leið, sko. Og hvað ákvaðið að gera strax fyrst? Það var strax að reyna að fara út í, sko, eitthvað hestatengt. Og þessu svæði, það voru ekki margir sem voru byrjar á því, sko. Svo, við byrjuðum á því að fara í fjörður svolítið fyrst til að byrja með. Við vorum með 3 daga ferðir. Svo, náttúrulega, vatt þetta upp á sig og stækkaði í gegnum árin, sko. Og hvaða viðbrögð fékkstu nú þegar þú spurðist út að þú ætlaðir að fara út í þetta? Já, menn hefði nú ekki mikla trú á þessu í upphafið, sko. Menn fannst nú að það væri nú kannski gáleira sumir sögðu nú að þetta skalt nú bara fá þér heiðarlega vinnu, sko. En þetta tók langan tíma að byggja þetta upp. Þetta er langhlaup eins og menn vita, sko. Hafðum enga peninga til þess að setja í þetta og það var bara að taka einn dag í einu, eins og gengur. Þannig að þið voru ekki að fá hópana alveg strax? Nei. Maður fyrstu árin var að fara mikið bara með 1 og 2 gesti, sko. Maður svona hafði ekki mikið kaup út úr þessu en byggði þetta hægt og varlega upp bara. Þannig gekk þetta fyrir sig. Segðu mig þá kannski hvernig þróunin hefur verið síðan þá? Þetta hefur nú verið svona alltaf að nýta utan á sig, sko. Hestunum hefur fjölgað og ferðirnar hafa lengst. Við erum í dag að fara alltaf mikið af svona 6 daga ferðum og erum þá að fara alveg upp í Mjóasveit. Og erum að fara svona 6-7 ferðir, svona ferðir á ári, sko. Og það orðið meira lausa traffík eins og við kallum það, sko. Fólk að koma inn í 1-2 tíma á bak og fæ sér kaffi og svo ferða aftur, sko. En hvernig hlutfallið? Þetta mest erlendi ferðamenn sem koma? Já, þetta eiginlega 95% erlendi ferðamenn sem koma. Og sáralítið Íslendingur sem fara í þessa lengri ferðir, sko. Og hvernig gengur þá að fá það norður og hingað alla leiðina í Grýtubakkarhreppi? Það nú langhlaup eins og gengur. Ég meina, þetta nú ekki þægilegt fyrir fólk að koma. Þau þurfa að fara fyrst lenda í Keflavík og taka síðan rútu til Reykjavíkur og fljúga svo áfram norður. Þetta nú orðið allt í langsótt að gera þetta svona, sko. Hvað þurfti að gera þínu mati til að bæta þetta? Ég sé að ferðaþjónustan verður aldrei fugni fiskur hjá norður- og austursvæðinu nema við tökum flugið beint inn hérna. Það það eina rétta í stöðunni, segi ég. Búin að tala með þetta í mörg ár. Og þetta raunhæft? Þetta hægt, þetta langhlaup. Við getum gert þetta. Við verðum að standa saman að því. Kannski vannýtt að vera með millilandaflugvöll sem ekki nýttur? Já, við erum með 3 millilandaflugvölli á Íslandi og við notum bara 1. Þetta náttúrulega ekki rétt þróun, segi ég. Að dempa öllu fólkinu saman.
miklu betra að dreifa því bara eins og kindunum afréttin, sko. Það verður engin kind feit að því að standa bara í hóp, sko. Það þurfa að dreifa sig líka, sko, eins og túristefni. En þú byrjar á þessu 1985 þessu ferðaþjónustu starfi. Finnst þér, manni finnst allavega svo margir vera svona þessi svokallaði stétt ferðaþjónustu bænda? Já, þetta hefur fjölgað geysilega mikið nú á síðustu árin en það er kannski svolítið íslenskt að ef menn halda sig einhver aura von þá voru fljótt að stökkva á það, sko. En það gengur ekki upp hjá öllum, það er bara alveg morgunljóst. Við sjáum þetta í loðdýraræktinni, við sjáum þetta í fiskeldinu og við höfum séð þetta í ferðaþjónustunni líka. En hefurðu trú á þessari ferðaþjónustu enga síður? Já, ég er alveg viss það. Við þurfum að passa okkur svolítið vel hvernig við stöndum að þessu. Við megum ekki, sko, við þurfum að gera þetta almennilega. Það er eiginlega ekkert, við getum ekkert bara að hugsa hagnaðan út úr þessu. Það er ekki hægt. Við verður að gefa í þetta, annars fær ekkert út úr þessu. Hvalaskoðun er einn þeirra atvinnugreina innan ferðaþjónustunnar sem hefur vaxið hvað örast á undanförnum árum. Skjálfandaflói er þekktur fyrir fjölda hvala sem eru alla jafna í flóanum en hann er einnig einn af örfáum stöðum í heiminum þar sem hægt er eiga vona á að sjá steypireið, stærsta dýr veraldar. 3 hvalaskoðunarfyrirtæki eru nú starfandi á Húsavík, Norðursigling, Gentle Giants og nýjasta fyrirtækið, Salka hvalaskoðun. Börkur Emilsson er einn eiganda Sölku. Hvalaskoðun og Húsavík, þetta er nú eiginlega bara orðið ein eining. Hvað er það sem gerir Húsavík svona sérstakann til hvalalagsskoðunar? Ég held að það sé nú bara flóinn. Þetta er gríðarlega gott svæði. Það er mikla líkur á því að sjá hval. Frá því að hvalaskoðun hófst á Húsavík 1995 þá eru líkurnar að sjá hval svona 97–8% og eins og tímabilið var í sumar þá sást hvalur held ég nánast hverja einustu ferð og þetta var ótrúlega gott sumar. Og við erum hérna miðjan október og það er ennþá ferðir? Já, það er ennþá verið að sigla á Skjálfanda og búið að vera mikið og gott veður, það er bara þannig. Getur þú séð fyrir þér Húsavík án hvalaskoðunar? Nei, ekki svona í fljótu bragði. Ég held að við hefðum kannski farið fundið eitthvað annað og auðvitað þessi uppbygging hérna í kring eins og í Mývatnssveit og sveitunum hérna í kring, gríðarleg uppbygging í gistingu og svona afþreyingu, hestaferðir og baðlóni í Mývatnssveit og svona hefði kannski hjálpað okkur. Kannski hefði verið meiri áhersla þá aðra hluti. Dettifossvegur og Dettifossvegur eru svona hluti sem hefðum geta lagt meiri áhersla á þá. Þú ert nýrinn á annan markaði eiginlega aftur en fyrirtækið þitt er nýtt inn á markaði, þetta er 3. fyrirtæki sem er í hvalaskoðun á Húsavík. Hvernig virkar þetta saman? Er þetta haturum barátta eða er unnið í samvinnu? Nei, það er engin haturum barátta. Það er bara mennur að markaðssetja sig sitt hvoru lagi auðvitað en ég tel að þetta geti nú líka verið sterkt fyrir Húsavík. Húsavík kom með 3 fyrirtæki í hvalaskoðun. Er það ekki bara meira aðdráttarafl, sterkara? Það er eitthvað sem er að gerast þarna. Og auðvitað svo uppbyggingin í kringum það, allir þessir veitingastæðir sem eru búin að opna. En hvalaskoðun er vissulega ferðaþjónusta sem að reiðir sig á að það sé eitthvað fleira að gera heldur en bara hvalaskoðun. Þú kemur ekki alla leið til Íslands, ferð í eina ferð og ætlar ekki að gera neitt annað. Þannig þetta er ákveðin segull, en skiptir annað umhverfi líka máli? Já, það er vissulega. Ég held að við á Húsavík njótum góðs af bæði hérna í flóanum, þessi gríðarlega fallegu fjöll og flóinn og Lundey og lundarnir þar. Og svo nálæðin við þessar náttúruperlur eins og Húsavík er. Það er Mývatn og Dettifoss, Goðafoss. Melrakkaslétta, Langanes og svo framvegis. Og það er mikið eftir að gera og ég held að á næstu árum verði mikil aukning í þessum geira með fuglaskoðun og svona náttúruskoðun hérna í kring. Fuglaskoðun á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar fer sívaxandi enda er fuglalíf á svæðinu fjölskrúðugt. Fræg svæði eru til dæmis Mývatn,
Óshólmar, Eyjafjarðarár, Langanes, Tröllaskaginn og Svarfaðardalur. Hjörleifur Hallgrímsson ásamt fleirum hefur sett upp fuglasýningu í gamla Húsabakkaskóla í Svarfaðardal í miðju friðlandi fuglana. Já, það má eiginlega segja, friðland fuglana er svona verkefni sem tengist friðlandi Svarfdæla sem við sjáum hérna fyrir neðan okkur, sem friðland, fyrsta svona friðlandi sem var stofnað á Íslandi samkvæmt svona nýjum náttúruverndarlögum árið 1971 og þetta friðland var stofnað 72, þannig að svarfdælskir bændur þeir voru mjög svona framarlega sem tóku fljótt við sér í náttúruvernd. Oft eru menn að tala að bændur séu svo miklir landböðlar en það auðvitað bara vilsað. Bændur hafa yfirleitt verið mjög svona framarlega í þessari hreyfingu, náttúruverndarhreyfingu, sérstaklega í kringum 70 þegar hún var að verða til. En já, þetta var eiginlega útúrdúr. Friðland fuglana er verkefni sem var eiginlega sett á fót þegar Húsabakkaskóli sem við stöndum hérna við var lagður af árið 2005 og síðan var þessi hugmynd að stofna náttúrusetur og það var stofnað og sett á fót 2009 og sem byggir þá á þessum tengslum við friðland Svarfdæla, eiginlega svona gera eitthvað meira úr friðlandinu og þetta náttúrusetur er svona ferðaþjónusta og það er fræðasetur og skólabúðir. Síðan er það árið 2011 að við setjum upp þessa sýningu sem er svona eins slags gestastofa friðlandsins, skulum við segja. Hún er svona forstofan að, viltu ekki koma inn? Já, hún er svona forstofan að friðlandinu og ég hef nú sagt það áður að hérna við vorum svolítið orðin leið á þessum fuglum í skápum sem maður er alltaf að rekast á. Alls það sem kemur, það eru uppstoppaði fuglar í skápum og þannig að við vildum búið til sýningu þar sem það væri ekki uppstoppaði fuglar í skápum. En við erum vissulega með uppstoppaði fugla en þeir eru ekkert aðalatriði, heldur kannski sögurnar frekar sem þeir segja. Allir sem hann hingað hafa komið vita að hún er svolítið sérstæð þessi sýning eins og þú segir. Þetta er ekki bara uppstoppaðir fuglar í glasskápum. Nei, þeir eru vissulega til staðar og hérna. En þeir hafa alltaf eitthvað að segja það hérna og við með segja veitum verðlaun eða eru sérstaklega duglegir í einhverju og flórgoðinn sem er nú svona alveg ótrúlega frábær fugl og mikið af einmitt hér á þessu svæði að hann er svona hann fær verðlaun fyrir það að vera forngripurinn í friðlandinu. Hann er elsti, hann er þessi svona í jarðsögulegu samhengi er þetta elsti fuglinn hér slóðir og þótt víða verið leitað. Hann eru 7-10 miljón ára gamlir goðarnir sem er nú ekkert smárið. Ég og þú eða mannskepnan er 2,5 miljón ára. Þannig að ég ætla að sýna þér flórgoðann núna, en þú voru að þegja. Þú mátt ekki segja neitt. Vegna þess að hann er svo sterkur. Sérðu, hann er kominn hérna. Það er Nei, og þú varst hávær, það er típist ég. Já, svolítið þú ert svolítið mikið skellibjalla. Já. Þetta er þessi nýjasta svona atriðið á sýningunni. Við opnuðum þetta í vor. Þetta er gagnvirki flórgoðinn okkar og atriðið heitir enda hægt og það er svona verið að þetta er þessi flórgoði sem fælist ef maður hefur á hátt eða ef maður hreyfir sig snöggt og hugmyndin er svo að börnin læri að umgangast náttúruna af varúð og virðingu og já, læri líka að þetta er fugl sem heitir flórgoði.
og ungarnir líka sko. Getum að það labba það? Já, labba það. Ok. Mjög hægt sko. Ég alltaf mikið frussa fyrir þetta. Já. En flórgóðinn augljóslega á heima hérna og viðeigandi velun, en hvað eiginlega Eiríkur Hauksson að gera þarna? Já, Eiríkur, jú, hann er hérna rauðhöfði. Það eitt sko, það svona ákveðnar hérna, hvað maður segja, það svona mannasetningar í sambandi við sýningar, eitthvað sem við gefum frekar lítið fyrir, eins og til dæmis það að sýningar séu svo alvarlegar. Það alveg bara eins og það sem skrifaði í skýina. Að maður þarf að vera óbúslega vísindalegur og alvarlegur þegar maður horfir á náttúrusýningar, sérstaklega náttúrusýningar. Og alveg bara með alla flokkunarfræði Darwins alveg á hreinu. En við gefum ekkert fyrir það sko. Við setjum alla rauðhöfðana í eitt flokk og ég hringdi mér að segja að ég meilaði á Eirík Hauksson og hann var afskaplega ánægður að fá að vera með hérna jarakanninum og rauðhöfðanum í flokki. Lítið ástarbréf með X til þín. Þetta ástarbréf játning mín. Leyndarmál þitt og mín. Lítið ástarbréf til þín. Í næsta þætti höldum við áfram að fræðast ferðaþjónustu á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar. Við förum í Vatnajökulsþjóðgarð og heyrum stórbrotna náttúru þjóðgarðarins. Við förum í jólagarðinn í Eyjafjarðarsveit, heimsækjum Rauðku á Siglufirði, spjöllum fiskidaginn mikla á Dalvík og kynnum starfsemi ferðamálasamtaka sem kallast Norðurhjari. Á flakki á 50 klukkan 18:30 á N4.